Þegar skipið á leið til Englands frá Ameríku, þá verður það fyrir einhverjum skakkaföllum og stýri brotnar af. Og það verður mannbjörg. Það ótrúlegt að þetta sé búið að standa sem klæðning utan á húsi öll þessi ár og sér ekki meira á þessu en þetta. Hinn 27. júní þessa árs rak upp á sker eða flúðir fyrir framan Stafnes í Rospkvalanneshreppi innan Gullbringu og Kjósarsýslu stórt barkskip, þrímastrað, ferð með trjávið. Á skipinu voru engir menn og menn ætla að skipshöfnin muni hafa yfirgefið það fyrir nokkuð löngu síðan. Aftan á skipinu var nafnið Jamestown. Allir bæjarbúar út í höfnum reka upp stór augu og rjúka út. Þeir komast nú ekki út í skipi fyrir nokkrum dögum seinna. Það var smekkfullt af timbri og það er verið að losa úr því þarna fram eftir sumri. Það var hérna 3 mánuði á strandstað áður en það gerði svona hvell eins og er núna og mölbraut skipið, en restina af timbrinu fór hérna inn allar fjörur. Og síðurnar voru líka rifnar niður hérna inn á skotbakka sem er hérna fyrir innan. Þannig að þetta skip, það nýttist landanum alveg gríðarlega vel. Fólk átti allt í einu heima í góðum húsum en bjó í moldarkofum áður. Kafað hefur verið á svæðinu þar sem skipið strandaði og það hefur Tómas sjálfur gert. Hann fann ankeri sem stendur nú fyrir framan Efra Sandgerði, hús sem byggt er úr timbri úr Jamestown. Fyrr hafði annað ankeri fundist og því var komið fyrir við kirkjuna í höfnum. En timbrið nýttist víðar en á Suðurnesjum því það dreifðist með tímanum allt Suðurland og til Reykjavíkur og enn standa mörg hús sem byggð voru úr því. Ég komst hérna fyrir nokkrum árum síðan yfir efni sem við höfðum tekið úr húsi sem við endurbyggðum í Keflavík. Og eigandinn sagði okkur að þetta væri timbur úr strandi sem var út í höfnum sem heitir Jamestown. Maður þarf í rauninni bara að hefla rétt utan að þessu. Þá er maður komin alveg í bara skjannahvítt efni. Það sem ég nota þetta í aðallega í dag er svokallaður bassabjálki og sál í hljóðfærunum. Þegar það er búið að höggva við og hann er orðinn þurr, þá byrjar hann að harðna og eftir því sem hann verður eldri því harðari verður hann. Og þá leiðir hann víbring svo rosalega vel eða það er svo góð leiðni í honum. Þarna er ég komið með efni sem að í rauninni er eiginlega ekki tækt að fá. Þú ferð ekki út í búð og kaupir þetta sko. Og átt alveg nóg til að þetta endist þér bara út ævina í þessu? Já, sko, sál í fiðlu eða víólu er svona stór. Þannig að, og ég á hérna einn planka hérna á borðinu sem að gæti hugsanlega duga mér í svona 5 mannsaldra ef ég myndi smíða úr honum öllum. Jón er í hópi áhugafólks strandið sem stendur nú að sýningu í bókasafni Reykjanesbæjar sem verður opnuð síðar í nóvember. Þar verður hægt að sjá hluti úr skipinu sem Tómas hefur komið á land og viðarplanka sem upphaflega átti að nota undir járnbrautarteina í Bretlandi en breyttu í staðinn byggingasögu Íslendinga. En er eitthvað ennþá á botninum, heldur? Nei, þetta er nú svo að leita nál í heisátu því að skipið náttúrulega brotnaði allt í tætlur en sjálfsagt eitthvað smá járnódót. En timbrið allt saman og það allt saman, það rak hér allt upp en þyngstu hlutirnir hafa farið niður og ankinu voru þar náttúrulega langþyngst.